Árla morguns þann 1. febrúar 2001 var sitthvað á seiði í Háskólanum í Reykjavík. Mikil kyrrð ríkti við friðsælu umhverfinu og litlar sem engar mannaferðir voru við bygginguna. Klukkan korter í 6 þennan þriðjudagsmorgun létu tveir menn til skara skríða og frömdu rán sem átti eftir að draga eftir sér mjög skrýtna atburðarás. Staðreyndir málsins voru mjög furðulegar og vöktu óneitanlega upp mikla furðu í skólanum og hjá lögreglu. Þann 15. júní árið 2000 stóð til að djúphreinsa og bóna Háskólann í Reykjavík. Tveir menn á tvítugsaldri gerðu tilboð í framkvæmdina og fengu 7 daga til að ljúka verkinu. Að sögn var verkið illa unnið en vöknuðu ekki upp grunsemdir hjá yfirvöldum skólans að svo stöddu. Engan hafði grunað að þeir eyddu tímanum í að rannsaka alla lása, hvern krók og kima af byggingunni gaumgæfilega. Þetta var liður í áætlun hið fullkomna innbrot í skólann. Þar sem fáir voru í byggingunni þessa viku og fólk frekar upptekið við lærdóm, gátu mennirnir athafna sig að vild án þess að vekja upp grunsemdir hjá viðstöddum. Eftir 7 daga vinnu voru mennirnir tveir orðnir mjög kunnugir skólanum við uppbyggingu hans á hreinu og þekktu eftirlitskerfið nákvæmlega. Þá var aðeins eftir að eignast lykil sem gekk að hverri hurð í skólanum. Vegna sumarleyfa var aðeins einn lykill í byggingunni síðasta vinnudag þeirra. Helgi Már fékk skrítið símtal þennan dag frá manni sem sagðist vera að bóna skólann. Erindi mannsins var að fá Helga Má til þess að hitta sig í anddyri skólans og lána sér lykil sem gekk að öllum hurðum byggingarinnar. Helga Má grunaði ekki neitt þar sem hann hafði séð framkvæmdir í skólanum undangengina viku. Helgi Már hitti mannin í anddyri skólans og ákvað að lána honum lykil af C-gerð sem gengur að öllum hurðum skólans. Helga Má sérstaklega minnistætt að maðurinn spurði: gengur þessi lykill að öllu? Helgi kvaðst vera viss það og maðurinn þakkaði fyrir sig og tók lykilinn. Í áðurnefndu símtali sagði maðurinn að lyklinum skyldi skilað í lok dags. Þessi síðasti dagur þeirra var notaður til að yfirfara alla áætlunina og hringja í tengilið erlendis. Símtalið var á þá leið að þeir skyldu ræna skólans nema næsta árs, gegn því að hann myndi aðstoða þá við flutning á gósinu út úr landi. Því skyldi komið í verð í London. Við erum að tala 5 milljónir í reiðufé sem var áætlað götuverðmæti hlutana sem þeir ætluðu að ræna. Í lok dags kemur Helgi Már að máli við mannin sem fékk lykilinn lánaðan og kvaðst vilja lykilinn aftur. Maðurinn sannfærði Helga Má að leyfa sér að halda lyklinum lengur vegna þess að verkinu hafði seinkað og þeir þurftu að vinna frameftir til að ljúka verkinu sem þurfti að standast tímaáætlun. Helgi Már ákvað að leyfa manninum að halda lyklinum eftir þar sem honum fannst maðurinn vera traustveikjandi og mál hans tafir mjög sannfærandi. Helgi Már vissi ekki að ólögleg eftirlíking af lyklinum var smíðuð út frá hans útgáfu. Síðasti liður áætlunarinnar var að mæla tímann á lyftum og finna út skynsamlega flóttaleið. Áætlunin var fullmótuð og ekkert því til fyrirstöðu að ganga í verknaðinn.